Tómas, nokkuð sáttu við þína menn eða ekki bara eftir kvöldið? Jú, það er fátt annað þetta er svona. Erfitt að koma, já, taka þessa keyrslu og vera fámennir. Já. En já, ég allavega, mér fannst þið gefa heimamönnum bara hörkuleik. Já, jú, við reyndum hvað við gátum, við höfðum bara ekki meira á tanknum, sko, þannig að það er það bara. Þetta var svona annar leikhlutinn, þá mistuðu það svolítið frá ykkur. Hvað gerðist á heldurðu? Það voru menn bara að pirra sig og út af einhverjum hlutum sem þeir þurfi ekki að gera. Bara einbeita sig að leiknum. Leið fóru að gera það, spiluðu leik, þeir kunna leikinn, en leið minn missa hausinn, þá náttúrulega það er sama hver það er. En ágætis, já ég meina, ágætis frammistaða þarna hjá Arnþóri og Magnús Inga. Sko, allir þarna inn á, bara á hróskili finnst mér, af því að þetta eru þeir sem mæta alltaf. Það er búið að vera mikið veikindi hjá okkur og mannaskipti og annað eins. Jói kom nú hingað aftur, minnstum hann, máttum við lítið í því og Ingvar, hann fór til Kúbu og Andri, hann fór hingað líka held ég. En ég talið endalaust alveg upp leikmenn sko, en þetta er kjarninn og tvo til sem eru veikir urðu eftir núna allt í lokin, bara rétt áður fórum af stað. En þeir kunna leikinn sko, en það vantar bara úthaldið náttúrulega á suma. En Þorsteinn, nr. 7. Já. Frábær leikur, hlaupandi alla leikinn. Já, sammála því. Alveg bara glimrandi. Þannig að ég bara hafði allir hrós á mér sko. Punktur. Hverja eigið þið næst? Ég maður það ekki. Það er heimaleikur á móti Val held ég. Já. Frestaður, já, eitthvað svona dæmi. Verðið þið fullmannaðir fyrir þann leik? Ég skal lofa að það verða 2 til 3 fleiri í ár. Ég kann lofa því, ég ætla ekki að lofa neina öðru held ég. Nei. Byrjum bara á þessu, byggjum á þessu. Herru, Tómas, takk hérlega fyrir komuna og bara gangi ykkur vel. Takk fyrir sömuleiðis.